og nú eru liðin að gera sér tilbúin, komin á völlin. Í liði KR byrja leik þeir Karvel Ágúst Skram, Stefán Heiðar Auðunsson, Þórir Guðmundur Þorbjarnason, Eyjólfur Ásberg Halldórsson og Yngvi Karl Jónsson. Hjá Njarðvíkingum er það Gunnlaugur Sveinn Hafsteinsson, Jón Arnór Sverrisson, Sigurjón Gauti Friðriksson, Hermann Ingi Harðarsson og Adam Eiður Ásgeirsson. Það eru KR-ingar sem vinna uppkastið. Ágætis leikrétta en Yngvi Karl missir boltan og Njarðvíkingar komnir í sókn. Sterk hreyfing á Gunnlaugi sem finnur Hermann Inga og setur skotið 2-0 fyrir Njarðvík. KR-ingar mjög skipulagir í sínum aðgerðum. Eyjólfur ræðst upp á Karvel, glæsilegt gegnumbrot í honum og leggur hann onni nokkuð auðveldlega 2-2. KR-ingar pressa, 2-1 pressu, vel leist í Njarðvíkingum, kom boltan í miðjuna. Jón Arnór ræðst á körfuna, finnur Hermann og sem finnur Sigurjón og setur skotið þar, skotklukkan var við það að renna út. Vel gert hjá Njarðvíkingum, nýta skotklukkuna vel. Fallir hefingja Þóri, nær ekki að klára en hirði frákasti sjálfur. Við jafna leikinn 4-4. Arnór Hermannsson brýtur þarna á Njarðvíkingum. Arnór þessi bróðir Martins Hermannssonar. Mikið og gott körfuboltablóð þar í æðum. Ágætis leikrétt og galoppi skot hjá Njarðvíkingum en það vill ekki niður. KR-ingar koma á hraðaupplaupi. Þórir sækir á kraft á körfuna og fær villu. Bæði viti niður í Þóri, kemur KR yfir 4-6. KR-ingar pressa núna maður og mann. Vel gert á KR hérna. Njarðvíkingar reynda fóru með boltan líklegast á versta staðinn gegn pressu sem er hornið rétt yfir miðluna út við leðilínu. KR-ingar nýttu sér það vel. Eyjólfur að posta upp. Jón Arnór hérna sækir á körfuna, örfentur strákur, lunginn með boltan og klárar þetta fallega. 4-8 KR. Þeir pressa áfram maður og mann. Boginn er duglegur að segja sínum leikmönnum til. Gunnlaugur með fínar hreyfingar, nær ekki að klára. KR-ingar leggja grillu upp með að sækja nokkur hratt fram völlin. Þeir hafa tækifæri til og spila svo skipulega
ef að ekkert færi opnast. Ágætis spil þarna en Karvel hendi boltanum út af, nær ekki að klára sendinguna, hefði hugsanlega ekki tekið lay-uppi sjálfur. Sterk pressið á KR. Arnór var að standa sig vel á móti Jóni Arnóri hjá Njarðvík. Eyjólfur slipur hann inn í sendinguna. Nær ekki að klára. Ágætlega gert hjá honum. Vill á Karvel hjá KR. Hann braut á Hermann Inga. Meggert dæmir réttilega. Njarðvíkingar Klaufar missa boltan út af. KR-ingar halda þá í sókn. 4 stigum yfir. Leikhlutinn að vera hálfnaður. Skemmtilegt gegnumbrot af Arnóri. Hann er ekki að klára sendinguna samherji sinn. Þóri rest á körfuna. Adam náði þarna aðeins að krafsa í bolta, þannig að Þóri náði ekki að klára hreyfinguna. Falleg sendingi á Jón Arnóri. Ekki vill bolti niður. Hörku vinna á Adam, næri frákastið og sækir villu. Og fær 2 víti. Fyrra víti vildi ekki niður en seinna víti rata rétta leið, staðan þá 5-8 og Arnór Hermannsson kemur boltan upp fyrir KR. Káningar hlaupa þó nokkuð að boltaskrinum hérna í byrjun og Eyjólfur með glæsilega hreyfingu, fín boltarhreyfing og Arnór með galopið þrís sem hann setur niður. Það er fallega að spila á KR. Káningar vildi þarna fá 8 sekúndur á Njarðvík. Dómari var með talningun á hreinu og dæmdi ekki 8 en það mátti ekki miklu munna. Og Adam var með galopið skot svo sem hann setti niður. Glæsileg vörn hjá Adam Arnóri. Ver skotið. KR með innkast á endalínu. Arnór með 3 skot aftur en það vill ekki niður. Hermann tekur frákastið og brotið á honum í frákastinu. 7-11 og stefnir í hörkuleik og vonandi við fáum jafnan og spennandi leik. Jón Arnór með galopinn þrist á topnum. Hann vill ekki niður. Káringan á frákastinu og sækjar hatt 3-2. Og Eyjólfur með fallega hreyfingu, sækir villu á Jón Arnór. Það er önnur villan á Jón Arnór í þessum leik. Hann er lykilmaður hjá Njarðvík, gæti reynst erfitt. Og Eyjólfur fer þá á vítalínuna. Klikkar á báðum vítunum. Þóri gerir vel, nær að blaka boltanum. Og áfram. Vinna hjá Þóri þarna undir. Langar hendur, nær að blaka boltanum til samherja. Ekki tók Skáringum nýta sér það. Njarðvíkingar sækja þá hratt.
Káringar hins vegar duglegir tilbaka og ná að verjast þessu. Adam með fallega hreyfingu á körfunni. Boltinn vill bara ekki niður akkurat núna fyrir Njarðvík. Og Arnór með góða hugmyndana. Sá Karvel galopinn undir körfunni og ætlaði að koma boltanum til hans, en Hermann Ingi snöggur með hendunar og náði að blaka boltanum. Og þá fáum við leiklega hjá Njarðvík. 2:15 eftir að fyrsta leikluta, staðan 7:11. Ágætur hraði í leiknum, en þeim hefur gengið illa að nýta nokkuð góð færi oft á tíðum, en sjáum hvort að þjálfarnir ná að peppa sína stráku upp núna. Kannski það hefur að fara hans yfir tölfræðina, en Þórir Þorbjarnarson er komið 6 stig og 2 fráköst. Eyjólfur Halldórsson með 2 stig, 2 fráköst hjá KR og Arnar Hermansson 3 stig og 1 frákast. Hjá Njarðvík er það Adam Ásgeirsson með 3 stig, 2 fráköst. Jón Arnór Sverrisson með 2 fráköst, hefur ekki náð að skora ennþá. Hermann Ingi með 2 stig hjá Njarðvík og Sigurjón Gauti með 2 stig. Njarðvíkingar nýttu mínútuna vel. Það eru KR-ingar sem eiga boltann hins vegar á endalínu. Undir körfu Njarðvíkinga. Njarðvíkingar virðast koma inn í leikinn í 2-3 svæði. Það greinlega breyta til og reyna að koma KR-ingunum eitthvað í opna skjöldu. KR-ingum með gott skot en það vill ekki. Þórir duglegur eins og áður í leiknum og nær frákastinu. Galupi skot, 3-stig skot á toppnum. Það vill ekki niður. Og boltinn út af. Arnór með fínt skot að það. Þetta er skot sem hann á að sjálfsögða að taka. Gunnlaugur kemur upp með boltan fyrir Njarðvík. Hermann með sterkar hreyfingu og pull-up jumper á vítalínu sem að dettur 9:11. Falleg sókn hjá KR gegn svæðinu. Þórir hins vegar nær ekki að klára þarna undir körfunni. En hreyfingin enga síður góð og KR-ingar ná svo ekki frákastun og missa hann út af. KR-ingar gera breytingu og Ingimar Aron Baldursson kemur inn á fyrir Ingvar Karl Jónsson. Njarðvíkingar missa boltan. Ágætis hugmynd en sendingin ekki nógu góð. Og Eyjólfur spinnur sig hérna í gegnum vörnina. Þórir nær enn einu frákastinu. Virkilega duglegur að fara í frákastið sóknarmegin. Og sækir vill á Njarðvíkingana og kemst á línuna. Þetta getur orðið banabindi Njarðvíkinga í leiknum en þeim tekst ekki að stíga hann betur út því að Þórir er mjög duglegur hann undir körfunni. Langar hendur og nær mikið af frákastum. Hann getur valdið miklu musla þarna. Það er hins vegar ekki að setja fyrra vítið. Þórir er komið 4 sóknarfrákast í fyrri hálfleik, eða fyrsta leikluta. Stefnir í magnaða frammistöðu hjá honum ef að framhaldið sem horfir. Seinna vítið fór niður, staða 9:12, mínúti eftir að fyrsta leikluta. Njarðvíkingar voru líka búin að gera breyting á liði sínu, svo það komið nú fram. Snjólfur Marel Stefánsson kom inn á. Dugnaður hjá Njarðvík. Adam sterkur þarna, sækir frákastið og klárar að miklu harðfylgi og færi villu á Ingimar Aron Baldursson hjá KR. Staðan 11:12 og Njarðvíkingar á vítalínu með 1 víti.
Adam setur það af öryggi. Njarðvíkingar áfram í 2-3 svæði. Nokkur hreyfanlegir. Galopnast þannig fyrir Eyjólf fyrir utan. Snjólfur duglegur að tekur frákastið. Kemur boltanum á Adam. Gunnlaugur með opinn völl fyrir fram að sig. Gunnlaugur náði ekki að klára. Adam náði frákastinu og náði ekki að klára heldur. Mikið klásandi í körfunni. Orlaugur Erni sem er komin inn á Njarðvík náði ekki heldur að klára. Og boltinn endaði hjá KR. Þeir eiga síðan skotið. Það eiga möguleika á síðan skotinu. Náðu ekki að skora, 7 sekúndur eftir. Eyjólfur boltan, sækir á svæðisvörna, fær dæmda villu. Ágætis villa hjá Njarðvík, þeir gefa ekki skot með þessu, þetta var 4. liðsvilla. Bojan tekur leikhlé fyrir KR, 2,3 sekúndur eftir að fyrsta leikluta, staðan 12-12. Það var góð villa hjá Njarðvík, tækist þeim nú að verjast innkastinu, 2,3 sekúndur og alls ekkert svo vittlaust. Í það minnsta betri kostur en að gefa Gallupi layup sem að Eyjólfur stemdi í þarna. Skulum ekki láta okkur bregða ef að Njarðvík breytir varnara fyrir núna á milli í leikhlíðinu til að koma Bojan óvart. Bojan ætlar að sjálfsögða reyna að fá körfu en gæti trublað hans áætlanir ef Einar skiptir og fer í aðra svæðisvörn eða maður á mann. Sjáum hvað setur. KR-ingarnir tilbúinu með sitt kerfi. Komin á völlinn. Njarðvíkingar í maður og mannvörn. Þóri með mjög erfitt skot. Þannig enda leikhlutinn, bolti fór ekki niður og staðan 12-12 eftir fyrsta leikhluta. KR-ingar voru sterkari svona í byrjun og hafa stjórnað tempónu nokkuð vel en seinni hluta leikhlutans, síðustu 3 mínúturnar leikhlutanum það bil og tókst Njarðvíkingum að ná svona betri stjórn á hraðanum í leiknum hægja örlítið á honum og hafa bara gert nokkuð vel bæðilega hafa klikkað mikið af auðveldum skotum og það má eflaust kenna einhverju taugaspennu þar þetta er náttúrulega fyrsti bikarúrslitaleikur þessara liða. 9. flokkur er fyrsti árgangur sem spilar bikarúrslit. Fyrsta sinn sem menn spilar bikarúrslit, það er í 9. flokki og hérna það kemur ekkert óvart og menn séu smá og taugarnir séu þandar. Förum örstutt yfir tölfræðina. Þá er Adam Eiður hjá Njarðvík með 6 stig, 4 fráköst og 3 varin skot. Hermann Ingi 4 stig, 2 fráköst. Sigurjón Gauti með 2 stig. Þetta eru þeir sem hafa skorað fyrir Njarðvík. Hjá KR er Þórir með 7 stig, 6 fráköst. Arnór Hermannsson með 3 stig, 1 frákast, 1 stoðsendingu og Eyjólfur Ásberg með 2 stig, 2 fráköst. Byrjuð við annar leikhluta. Gunnlaugur með frábæra hreyfingu. Opnast þarna. 1 dribla upp í Gallupi skot og skorar. Njarðvík komið yfir. Voru yfir 2-0. En eftir það hafa KR-ingar leitt. Njarðvíkingar í svæðinu sínu, 2-3 svæði. Gallupi skot úr horninu hjá Þóri, 3 stig og Njarðvíkingar ná forystuna aftur. Þryggjasta skot hjá Örlygi Erni sem að er örlítið og langt og svo vill á Adam í frákastinu.
Góð sending þarna hjá Eyjólfi á hann Karvel sem að gerir vel og klárar. 1 dribbl og layup. Ágætis færi hjá Gunnlaugi sem að vill ekki niður. Káringar að sækja hratt. Það er oft bestu leðunar gegn svæði. Það er annarkvort að sækja hratt eða koma boltar minni og skora þar. Njarðvíkingar eru eflaust að með treyst á það að Káringar fara að skjóta mikið af þriggjastaðskotum. Fór í bjargaboltanum að það fær svo opið skot í horninu. Þriggjastaðskot sem vill ekki niður. Snjólfur gerir vel, nær frákastinu og dæmd villa á Svein Þór Sigþórsson sem er kominn inn á KR. Káringar voru með 1 af 6 þriggjastaðskotum onni í fyrsta leikluta og hérna eru 1 af 3 núna í öðrum leikluta, þannig eru 2 af 9. Taktíkinn að leyfa þeim að skjóta á fyrir utan er þá virka nokkuð skynsaleg. Adam með skemmtilega hreyfingu og fær vill á Þóri. Þetta er önnu villan á Þóri. Þórir nei, þeir dæmdu þetta á Eyjólf, það fyrsta villan á Eyjólf. Þóri hefur hins vegar verið mjög góður fyrir KR það sem afleiks. Sömuleiðis Adam hjá Njarðvík. Setur fyrra víti niður, jafnar leikinn, fyrirgefið. Jafnar ekki leikinn, staðinu 15-17. (16-17) Eyjólfur er mjög duglegur að finna leiðin á milli varnarmannina þarna upp á toppnum. Nær að splitta og komast að körfunni eins og hann gerir þarna. Gunnlaugur sækir á Eyjólf hérna og skorar. Fín vörn á Eyjólf hins vegar. Þetta var erfitt skot og hélt Gunnlaugur fyrir fram að sig. Gunnlaugur hins vegar bara góður leikmaður sem er á að klára góða hreyfingu. Vel gert. Káringar spila skynsamlega á móti svæðinu, er að leita að layupi greinlega. Þóri fékk hérna layup sem að hann náði ekki að klára. Njarðvíkingar sækja. Káringar hafa spilað maður og mannvörn allan leikinn. Njarðvíkingar bara í sínum sóknarleik gegn því. Skref á Jón Arnór, þetta er rétt. Hann færði pivotfótinn áður en hann setti bolta niður. Það er réttilega dæmt skref. Og Eyjólfur hefur komið upp með boltan eftir að Arnór fór út af. Og KR gert það bara nokkuð vel. Mjög góður að komast inn í hjarta varnarinnar. Splitta varnarmennina og komast inn í miðjan teginn, finna þar opið. Þannig að fara Njarðvíkingar flýta sér aðeins svo mikið og kasta boltanum út af. 4 Káringar konni tilbaka. Þá fær KR boltan 18-19. 3 myndu búnar að öðrum leikluta. Enn og aftur Eyjólfur kemst inn í hjarta varnarinnar. Gerir þetta mjög vel en boltinn rúllar upp úr. Þetta er mikilsverður hæfileiki að geta komist inn í hjarta varnarinnar. Trekk í trekk. Það er mjög erfitt að dekka leikmenn sem að eru góðir í því. Sérstaklega eru góðir að klára eigin færi og búa til fyrir aðra. Þarna koma Káringar hraðaplaup. Karvel náði ekki að klára. Mikill hraði núna í leiknum. Liðin gera mikið af mistökum. Það er náttúrulega viðbúið í leik sem þessum en það getur verið dýrkeypt. Njarðvíkingar þarna áttu möguleika á sniðskoti líka en boltinn rann út úr höndunum hjá honum Snjólfi því miður. Arnór kemur aftur inn á. Fær Eyjólfur sína hvíld. KR Yngvi með galopið skot leiklinum, bara vel gert hjá honum, snýr sér við
sá hvað hann var opinn. Þórir köttaði í gegn en skotið mjög gott. KR þá komið 3 stigum yfir. Gunnlaugur gerir mjög vel, fær boltan á blokkinni, snýr sig við og setur hann onni. Fín boltarhengja á KR þegar að leita færis. Þá opnast Þórir undir körfunni en hann hafi verið mislaðar hendur síðustu mínútur undir körfunni. Frábært hraðupphlaup hjá Njarðvík. Gunnlaugur klárar en frábær sending. Frábærlega lagt upp hjá Jóni Arnóri þarna. Þórir galopinn fyrir utan. Hann er ekki vel að hitta síðustu mínútur. Byrjaði að leikja mjög vel og er búinn að vera mjög duglegur, frákasta, spila vörn. Nú eru KR-ingarnir hægir tilbaka. Njarðvíkingar duglegir að nýta sér það. Frábærlega gert hjá þeim. Gunnlaugur skorar aftur og aftur eftir sendingu frá Jón Arnóri. Mjög vel gert hjá þeim. Gunnlaugur kom í 10 stig núna hjá Njarðvík og reynst þeim drjúgur núna í þessum leikluta. Skoraði ekki fyrsta leikluta en er með 10 stig í öðrum leikluta og er að nýta sín færi vel. 6 af 9 skotum. Spurning hvort að KR-ingar ákveða breyta nú varnarafbrigði. Mannvörnin þeirra hefur hins vegar verið alveg með ágætum en það eru hraðaplaupin og svona þessi aukaplay sem er að gefa Njarðvíkingum stig. Ekkert svo mikið í mannvörninni hins vegar. Það er gegn mannvörninni. Svæðisvörnin hjá Njarðvík hefur verið með ágætum en það er ákveðin svæði sem er að opnast þarna og meðal hefur Þórir fengið snið skot og Galmi þryggjustaðarskot sem hafa ekki vilja von í. Staðan orðin 24-21. KR var 21-18 yfir. Ekki fyrir svo lengu en Njarðvíkingar er búin að skora núna 6 stig í röð. Segja Njarðvíkingur til hróss að þeir hafa spilað þetta bara mjög skynsamlega. Þeir hafa haldið bara rósinni og eru greinilega alveg með það hreinu hverja þeir eru að reyna að stoppa í vörninni, hverjum þeir ætla að gefa skot og hverjum þeir ætla að reyna að hægja á. Eyjólfur kemur inn aftur. Byrjanliðið komið inn hjá KR. Góð vörn hjá Njarðvík. Full flóki Jón Arnóri þarna. Boltinn út af KR-inga fá hann aftur. KR-inga vörnir í það að skrína vörnina. Reynist vel. Arnór með gálupi skot en það vill ekki niður. Hins vegar náði Ingu Karl sóknarfrákastinu og fær villu á Örlyg hjá Njarðvík. Það er önnur villan á Örlyg. Enginn hjá KR komið fleiri en eina villu þessum afir leiks. En Örlygur og Jón Árni með tvær villur hvor. Yngvi setur seinna skotið. Minka munn í 2 stig. KR pressar aftur. En það ekki tekist setja pressunni þó nokkuð tíma eftir nokkuð stopp í röð hjá Njarðvík. Ágætlega gert hjá Jóni en næri ekki að skila sendingunni alla leið. Braut niður vörnina á pressuna og vörnina hjá KR en hendur svo boltanum út af. Það að finna félagann sem opinn í horninu. Það gekk ekki upp hjá honum. Þannig vilja KR-ingar fá villu á Örlyg en ekkert dæmt. Skemmtileg hreyfing hjá Adam, vel útfært hraðahlaup en Njarðvík. Gunnlaugur hefði hugsað að geta farið sjálfur, fann Adam í betra færi. Adam eina gaf hreyfingu, frábælega gert hjá Gunnlaugi, hleypur hún í sendingu á KR. KR-ingarnir verðast vera svona smá strekti núna, þarna að flýta sér aðeins svo mikið og nota ekki skotklökkuna. Þeim liggur ekkert á, þetta er bara annar leikliti og nóg eftir leiknum.
Jón Arnór með galopið þrist, hann vill ekki niður. KR á þennan bolta. Fyrir ekki Njarðvík á þennan bolta. Bara átt að hann í frákastinu og KR engarnir sló hann út af. Adam beint upp í þryggjastafskot sem steinleikur hjá honum. Skyndilegur Njarðvíkingar komnir 7 stigum yfir. Ég ekki frá því að þjálfari Njarðvíkinga, Örvar Þór, sem var að fylgjast með útsendingunni, hafi hoppað hæð sína við þetta skot hjá Adam. Arnór ágætis hreyfingu en hittir ekki. KR-ingar með duglegri sóknarfrákastum eins og þar. Njarðvíkingum gengur illa að ná varnarfrákastum, þurfa þá að ná stoppum. Með öðrum hætti. Þannig að náður frákastinu og brotið á honum Örlygi. Það er þriðja liðsvilla. Njarðvík tekur leikhlé, mínútu eftir að fyrri hálfleik. KR-ingar sem ekki hafa tapað leik í vetur og hafa ekki tapað leik held ég síðan í fyrstum fer í 8. loki. Unnið ansi margar leikir og þau eru 7 stigum undir eða mínútur eftir af fyrri hálfleik. Og ef við förum snögglega yfir tölfræðina og Gunnlaugur eins og áður sagt reynst drjúgur fyrir Njarðvíkinga með 10 stig, öll í öðrum leikluta, 1 frákast og 3 stoðsendingar. Adam Ásgeirsson verið frábær hjá Njarðvík sömuleiðis, komið 13 stig, 5 frákast og 3 varinskot. Þetta eru þeir sem hafa dregið vagnin hjá Njarðvík og gert það bara ansi vel. Jón Arnór hefur ekki náð að skora, 5 þryggjastafskot sem ekki fer niður hjá honum, 4 frákast, 2 stoðsendingar. Hjá KR þá er það Þórir Þorbjarnarsson með 10 stig, 8 frákast, verið nokkuð mislaðar hendur núna í öðru leikluta en hefur hins vegar bætt upp fyrir það með dugnaði og baráttu. Náð mikið af frákastum, mikið af lausum boltum sem hafa endað í höndunum honum. Og aðrir eru með minna, Eyjólfur með 4, Arnór með 3 og Yngvi með 3. Leikurinn komin að stað aftur, Njarðvíkingar brjóta pressunni á KR. KR-ingar halda áfram maður mannvörn. Adam aftur með þryggjastafskot, það er stutt og KR-ingar ná frákastinu. 34 sekúndur eftir, KR í hræðahlaupi. Arnór var með sneiðskot þarna en ákvað að reyna sendingu í staðinn og fekk svo boltan aftur í hendurnar og steig út af. Það er 4 sekúndna munur á skotklukku og leikklukku núna. Njarðvíkingar ætla greinilega að skjóta eins seint og þeir geta. 7 sekúndur á skotklukku. Karvel pressar Jón Arnór. Adam kemur fín leikflétta. Skotklukkan rann hann út af hann Jón Arnór náði að skjóta en ágætlega gert hjá Njarðvík. Þeir minnst kosti gef ekki mikið færi á sér þarna. Þeir eru aðeins með 2 liðsvillur og geta brotið 2 svar án þess að senda KR á línuna. Gera það ekki. Þórir með langt þryggjastafskot sem fer ekki niður. Staðan í hálfleik 29-22 og þó nokkuð breyting milli leikhluta. Njarðvík vann annar leikhlutan 17-10 eftir að staðan hefði verið 12-12 eftir fyrsta leikhluta. Og þetta er nokkuð óvænt því að eins og ég kom inn á í byrjun þá hafði KR unnið fyrstu 2 viðureign þessa liða, annars með 21 stigi og hins vegar með 19 stigum og það er þó nokkuð breyting þegar Njarðvík þá komið 7 stigum yfir í hálfleik í bikarúrslitum. Þetta er það sem gerir bikarinn svo skemmtilega að það getur allt gerst. Hálfleikurinn er aðeins 5 mínútur, við komum tilbaka á vörmuspori.
Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðinn tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni, Ármúla 26. Sísí, þetta er að koma hjá stráknum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu tal. Svona á samband að vera. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Frá þeim sem færði okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman-fílingsins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í ASICS? Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn.
Jæja, þá eru liðin að gera sér klári í seinni hálfleik. Njarðvíkingar, eins og áður segir, yfir 29-22 í hálfleik. Og það myndi teljast nokkuð óvænt. Njarðvíkingar hafa skotið ágætlega fyrir innan þryggjastalínu, eru með 11-19 sem gera 58% skotnýting, 1-8 í þriggja og 4-5 í vítum. Káringum hefur gengið bölvanlega að skora á opnu velli með 6 af 23 í tveggja sem að gera 26%, 2 af 13 í þriggja sem eru 15% og 4 af 8 í vítum sem eru 50%. Þeir hafa eins og að tekið 9 sóknarfrákast og Njarðvíkingar hafa mist boltan 10 sinnum en þeim hefur ekki gengið nógu vel að nýta það. Sjáum hvað setur hún í seinna leik, þjálfarinn er búinn að fara vel yfir þetta. Káringar byrja með boltan. Njarðvíkingar sem fyrr í 2-3 svæðisvörn. Fín vörn þarna hjá Hermanni á Eyjólf. Þórir galopinn í horninu. Eyjólfur sækir hins vegar sóknarfrákastið. Arnar setur upp sóknina fyrir KR. Njarðvíkingar skilja mannin á high post nokkuð opinn. Og KR-ingar nýta sér það vel. Þarna Ingur skorar. Stuttur stökkskoti eftir góða sendingur á Karvel sem hafði fengið boltan á high post. KR-ingar ætla greinilega að spila aðeins grimmar vörn, mæta mönnum utar. Adam er að losa Þórið þarna af sér, hann skorar ekki. Sóknarfrákast sem endar hjá Sigurjóni sem skorar ekki. Hermann er sóknarfrákasti, skorar ekki. Og Adam er sóknarfrákasti og fær villu á Yngva. Dugnaður hjá Njarðvíkingum, það verður ekki annað sagt. Þeir eru minni en þarna voru strákar eins og Hermann sem er bakvörður og minnstur hjá Njarðvíkingum að þeim sem er inn á. Duglegur og náði sóknarfrákasti. Sigurjón náði einu sóknarfrákasti og Adam náði einu. Það skilja sér 2 vítum og Adam byrjar á því að setja það. Setur seinna víti líka. 2 stig hjá Njarðvík en þá 7 stiga munur. Arnór náði þarna að komast nýra á vítalínu og finna Eyjólf galopinn í þriggja. Sóknin hins vegar nokkuð einhaf hjá KR hérna. Það var bara Arnór og Eyjólfur sem að komið í boltan í sókninni. Bojan er duglegur að kalla á sína stráka og segir að með yfirdekka allt. Þeir vilja yfirdekka. Glæsileg sending á Jóni á Adam sem skorar. Þarna opnaði stjörni á KR. Adam köttaði körfinni og Jón Arnór fann hann bara í leia. 9 stiga munur. Þóri galopinn í þriggja, skorar ekki, KR-ingar með sóknarfrákast, Karvel hins vegar misreiknar sig eitthvað, hendi boltanum beint á Jón Arnór. Arnar er svo duglur, keyrir tilbaka og stelur boltanum á Jóni og KR-ingar koma þá í hraðahlaup. Fín hreyfing hjá Eyjólfi sem næri ekki að klára. Þóri með enn eitt sóknarfrákastið. KR-ingar fá aðvörun fyrir að slá boltan eða blaka boltanum burt eftir skoraða körfu. 7 stiga munur, 33-26. Þóri gerði vel hann undir körfuna og kláraði sína hreyfingu. Njarðvíkingar brjóta pressuna mjög vel. Jón Arnór finnur Sigurjón undir körfunni. Sigurjón skorar 35-26. Njarðvíkingar að gera þetta mikill yfirvegun. Mjög skipulegir í sínum aðgerðum. Vel gert hjá KR. Góð leikflétta á svæðinu. Þóri kemst inn í miðjuna og skorar. Fékk handoff á high post og rúlaði inn í teginn. Jón Arnór með galopinn tvist, stóðsending frá Gunnlaugi. Steinleikur 9 stiga munur. KR-ingar gengur betur að skora núna en gengur ekkert að stoppa. Eyjólfur sækir að krafta á körfuna og fær villu á Gunnlaug. Þetta er önnur villan á Gunnlaug. KR-ingar skipta. Ingimar kemur inn á fyrir Ingva.
Bæði vítin ofan í hjá Eyjólu og munið þá komin í 7 stig. Káringa pressa mjög stíft maður á mann. Ingimar fær aðvörun frá dómara að hann hafi stigið út af þegar hann var að pressa. Mátti ekki stíga út af, þú ert að pressa manni í yngasti. Þú voru að halda inn á vellinum og Njarðvíkingar fengu þá aðra 5 sekúndur til að reyna að taka yngasti og koma boltanum inn. Adam sækir að krafta á körfuna, sækir villu. Það var Arnór Hermannsson sem braut. Adam leikir hreint frábærlega fyrir Njarðvík. Mikil yfirvegun og skynsemi í hans leik. Það er að taka 8. og 9. víti sitt í kvöld, eða í dag, réttara sagt. Kemur Njarðvík 9 stigum yfir. Hann er hittur 8-9 vítum sinum. Það er virkilega vel gert. 89% nýting. Arnór með stutt skot. Það er ekki að skora. Brotið, Hermann brýtur á honum í baráttum frákastið. Og Káringar fá því innkast á endalinu. Káringum virðist ekki ganga að fá akkurat til færi sem þeir vilja fá. Njarðvíkingar skynsamar að láta kannski minni spámenn fá opnu skotin og eru grimmar í að dekka betri leikmenna. Þeir geta hins vegar allir spilað þessi strákar, það er alveg henni. 3 sekúndur dæmdar á Þórið þarna. Það fara að gæta smá svona taugastrekkings hjá KR. Þeim gengur ekkert að höggva í þetta forskot hjá Njarðvík. Njarðvíkingar hins vegar spila mikill yfirvegun og mikill skynsemi. Liggur ekkert á. Nota skotklökkuna nokkuð vel og finna bara opin færi. Sigur og hann með 3 skot. Leit ágætlega út en vildi ekki niður. Þórinar frákastinu og sækir að miklum kraft á körfuna. Virkilega vel gert. Jón Arnór ætlaði að taka rauðning en steig svo frá. Þorði ekki. Þórir setti layupið. 7 stiga munur. Káringar konir 2-3 svæði aftur. Þórir stelur hann á boltanum. Sækir á körfuna og fær villu. Og skorar. Það er virkilega vel gert. Sterk hreyfing. Stelur boltanum undir eigin körfu. Og Njarðvíkingar pikkuði hann aldrei almennilega upp, þannig að hann komst nokkuð óreittur á körfuna og bruta á honum þegar hann var að leggja boltan ofan í. 39-34 og vítið að auki. 4 stiga munur. Þetta er fljótt að breytast. Og 9 stiga munur fyrir 30 sekúndum. Káringar með 5 snögg stig. Þannig vill að KR þeir eru nokkuð ákafir í vörninni og þá gefa þær nokkra villur. Það er ekkert að því. Þeir þurfa að vera ákafir. Þó eru komið 9 stig í þessum leiklita fyrir KR. Adam les þarna sendinguna vel, hleypur inn í og hýrði boltan. Njarðvíkingar komið upp, góð gaphreyfing. Falleg hreyfing hjá Adam. Káringar sækja. Ingimar með þrist eftir stóðsendingu frá Þóri. Það komið svona annað tempo í KR, það er svona meira sjálfstraust. Það að skora 5 snögg stig og kom sjálfstrausti með. Aðeins 3 stiga munur núna, 41-38 eftir hann þristi á Ingimari. Eyjólfur hleypar hann inn í sendinguna frá Jóni. Sækir á körfuna og fær vill á Gunnlaug. Þetta er 3. villan á Gunnlaug. Staðan 41-40 og Njarðvík tekur leikhlé. Fyrir ekki svo lengur síðan var staðan 39-30
fyrir Njarðvík en KR-ingar skiptum varnarafbrigði, fór í svæðisvörn og Njarðvíkingum hefur ekkert gengið með að skora gegn því. Sama tíma hefur Þórir Þorbjarnarsson stigið rækilega upp, verið hreint út sagt frábær núna í þriðja leikluta. Komið 9 stig, 2 fráköst, stoðsending og stólinn bolta á 5,5 mínútu. Það er virkilega vel gert. Á sama skapi hefur Adam Ásgeirsson verið frábær liði Njarðvíkur. Hann hefur sett 8 stig og hefur dreifið vagnum fyrir Njarðvík í þessum leikluta. Með 8 af 12 stigum og Njarðvíkingar þurfa að framla frá fleirum ef þeir ætla að hanga á þessu. Eyjólfur á vítalínunni með 1 víti. Boltinn skoppar hún í. KR-ingar hættir að pressa og þeir koma sér tilbaka í 2-3 svæði. Þórir í miðjunni með langar hendur, stór strákur. Hermann með þrist sem vill ekki. Þórir tekur frákastið. Þórir galopinn í þrist, vill ekki, Arnór hleypir inn í frákastið. KR-ingar eru duglegir í frákastunum, konum við 14 sóknarfrákast. Langur tvistur, Ingimari vill ekki, Gunnlaugur tekur frákastið, brotið á honum. Á Karvel, önnu villan á hann. Njarðvíkingar fara þá í sókn, 41-41 en þá. Gunnlaugur er að stýra sóknarleik Njarðvíkinga. Njarðvíkingar ætla bara að vera þolinmóðir. Adam með fínt skot en það vill ekki. Það er svo sem ekki góður balans í sókninni hjá Njarðvík þegar skoti kom. Allir leikmenn þeirra fyrir neðan vítalínu og Eyjólfur snöggur fram einn á körfuna og leggur hún í. KR þá komið yfir. Hafi ekki verið yfir síðan í fyrsta leikluta. Mikla sviftingar í þessu. Gunnlaugur með langan tvist, hann vill ekki. Nú eru Njarðvíkingar farnir að skjóta mikið að löngum stökkskotum. KR-ingar nýta sig það vel. Sama tíma hafa KR-ingar verið að komast á körfuna og skora. Eyjólfur með sterkar hreyfingu hérna á körfuna. 41-45. Grimm vörn hjá KR, Sigurjón með húkskot sem vill ekki. Hermann hleypur inn í frákastið, hittir ekki og Sigurjón er frákastinu. Ingimar klaufið þarna og brýtur á Sigurjóni þegar Sigurjón er á leiðinni frá körfunum við boltan. Ekki góð villa og sem þýðir að Sigurjón fer á vítalínuna með fær 2 víti. Njarðvíkingar gera breytingu. Örlygur kemur inn á fyrir Hermann. Sigurjón Klekkur fyrir á vítinu. Klekkur setna á vítinu. Adam er sóknarfrákastinni og skorar. Spurning hvort ekki skrá stóðsendingu bara Sigurjón. Adam verið virkilega duglegur hérna undir körfunni. Bæði liði í 2-3 svæði. Eyjólfur er mjög duglegur að sækja hérna inn að körfunni. Njarðvíkingar ná hins vegar að hægja á honum þarna. Galopið skot hins vegar hjá Eyjólfi. Spjaldið út. Sigurjón er varnarfrákastinu. Njarðvíkingar missa boltinn hins vegar frá sér. Alveg leið. Þórir duglegur undir körfunin. Hann vill ekki 9 sekúndur eftir.
Njarðvíkingar sækja, Jón Arnór með þriggjastaða skot, Bösser, kemur Njarðvík yfir aftur, 46-45. Þetta var ævintýralegt. Njarðvíkingar komum boltar með þessari hendurnar réttu manni greinlega. Svona það leyti sem leiklutin var að renna út og hérna eftir frábæran leikkafla KR. KR-ingar höfðu skorað 15 stig gegn 4 Njarðvíkur, þá náðu þeir að býta aðeins frá sér með þessu þriggjastaðaskoti og leiða þá með 1 stigi eftir 3 leikluta. Og ljóst að það verður æsispennandi 4 leikluti. KR-ingar verið mjög duglegir í sóknarfrákust, konum við 15 sóknarfrákust. Njarðvíkingar sömuleiðis verið mjög duglegir og með 11 slík. Hjá Njarðvík það Adam áður sem að, eins og áður sem að fyrir liðinu komið 23 stig og 8 fráköst, 2 stólna, 3 varin skot. Gunnlaugur hefur ekki skorað síðan í öðru leikluta, með sín 10 stig, 4 stóðsendingar, 3 fráköst. Hjá KR Ára Þórir 19 stig, 14 fráköst, þar af 7 sóknarfráköst, 3 stóðsendingar og varin skot. Og Eyjólfur kom með 13 stig, 4 fráköst, 3 stólna. Þetta eru þeir strákar sem hafa dreifið vagnin hérna í dag. 8 mínútur eftir leiknum, 46-45 fyrir Njarðvík. Njarðvík byrja 4. leikluta. KR-ingar halda áfram í svæðisvörninni sinni. Fóru með varið skot. Vel gert. Snjólfur fór þarna upp á mótunum en hafði gerendi sem erfiði. KR-ingar sækja hratt. Njarðvíkingar áfram í sinni svæðisvörn. 2-3, bæðilega spila 2-3 svæði. Fín boltar engja KR. Arnór með galopið þriggjastaðaskot, það er stutt. Ágætis segingin Njarðvík, boltinn stoppaði hins vegar aðeins svo lengi þarna í horninu. Snjólfur með boltan, reynir of erfiða sendingu. Þórir heyrði þetta auðvitað, sækir á körfuna. Finnur Arnór. Boltinn skoppar upp úr. Það er merkilegt í svona leikjum hvað auðvelt skot geta allt í einu orðið erfið. Frábær sending hjá Jóni Arnóri sem finnur Snjólf. Snjólfur setur þetta niður. KR-ingar snöggir að koma boltanum í leik. Ingimar með þriggjastaðaskot sem að rúlar upp úr. Boltinn hefur rúlað upp úr hjá KR í þessum leik. Hans mikið. Fengi ágætis færi en það ekki vilja fara niður. Mörg þeirra. Njarðvíkingar duglegir í þetta tíma klukku núna. Jón Arnór með langt þriggjastaðaskot. Boltinn fór í undirstöðurnar hérna eftir skotið og Eggert dæmir KR-ingum boltan réttilega. KR-ingar fara þá í sókn. Þriggjastaðmunur en þá 48-45. Útlit fyrir spennandi lokamyndur. Ekki nógu góð sending hérna. Jón Arnór hleypur inn í þetta, hirðir boltan. Ekki vita niður. Gunnlaugur á Jón Arnór nær svo boltanum. Kaðalópi skoti á Snjólfi. Snjólfur komið 4 stig í röð, mikilvægt stig hjá Njarðvík. Gríðarlega góð innkomi hjá honum. 2 stutt stökkskot hjá honum sem að Njarðvíkingar þykja fegins hendi. Þann skrefa Egil hérna, hann lenti smá vandræði með boltan. Hljóp inn í trafík. En
við lágum honum þetta ekki, þetta er réttilega dæmt, en hann hefur verið mjög duglegur að komast inn í miðjan teginn hjá KR, nei hjá Njarðvík og hérna það er það sem Njarðvík hefur svo smátt í mestum erfiðleikum með að verjast, að það er þegar Arnór, sérstaklega Arnór og Eyjólfur hafa komist inn í miðjan teginn. Adam þarna með góðan skammt af Mikael hreyfingum og lappar svo fram hjá Karvel, fram hjá Yngva og leggur boltan ofan í. Njarðvík allt í einu komið 7 stiga forystu aftur eftir að KR hafði átt frábæran sprett og komist í 45-43. Þá eru 9 Njarðvíkurstig í röð hérna og KR-ingar taka leikli. Bojan ætla greinilega að fara einhver áherslubreytingar. Njarðvíkingar lenti í vandræðum þegar KR sett upp svæðisvörðina sína, tók nokkuð tíma að finna dampinn og þeim kafla þá var það einmitt KR-ingar sem að stálu nokkrum boltum og hirtu öll fráköst og náðu hraðupphlaupum á Njarðvík og tóku þá þennan 15-4 sprett, en eftir það hafa Njarðvíkingar náð áttum, spila skynsamlega á móti svæðinu og hérna er að skora eða minnst líka að taka nógu góð skot til þess að komast tilbaka, og KR-ingar hafa ekki ennþá fundið rétta svarið við hérna við varnarleik Njarðvíkinga. Sjáum hvað Bojan hafi fundið það núna í leiklíðinu. 7 stiga munur, 52-45 fyrir Njarðvík, KR á boltan og 5,5 mínúti eftir af leiknum. Karvel lendir hann í vandræðum, hrasar þegar hann ætlar að sækja körfuna og Örlygur náði að setja hendur á boltan, dæmt uppkast og það var KR bolti. Fín boltarhengja KR, galopið skot hjá Eyjólfi sem fyrir niður, 3 stig, 52-48. Fín sendingarna hjá Gunnlaugi. Adam er ótrúlega góður í að sækja hann inn í miðuna, hann virðist alltaf að finna réttu leiðina og kemst á línuna og hann er bara búinn að vera virkilega góður á vítalínunni líka. Það virðist ekki vera ein leið fyrir KR að stoppa hann. Hann hittur úr stökkskotinu sínum, hann kemst á körfuna og hann setur vítin. Það er bara frábær leikur hjá honum. Adam setur bæði vítin, hann er búinn að hitta úr 10 af 11 vítum sínum í leiknum. Það er jafn mikilvægan leik, það er frábærlega gert. Yngvi með frábæra hreyfingu þarna, góð flétta á KR. Yngvi skorar, 4 stiga munur, mikilvæg karfa. Hugsalega er það leiðin hjá KR að komast inn leikinn að strákar sem hafa skorað minna fara að taka aðeins meira og skora fyrir þá. Þóri með frábæra hreyfingu þarna, nær frákast og sækir allan völlin, keyrir allan völlin, einu sem flottar og munurinn komin í 2 stig, 54-52. Það eru gríðarlega sviptingar í svona leik og hafa verið allan leikinn. KR byrjaði betur, Njarðvík jafnaði og tók völdin í öðru leikluta, KR tók völdin í 3. leikluta og svo bara skiptist þetta á núna í 4. leikluta og miklar sviptingar í þessu. Snjólfur gerir vel þarna, sækir villu á Karvel, 3. villan á Karvel. Yngvi sömuleiðis með 3 villur og Arnór með 3 villur. Hjá Njarðvík er það Gunnlaugur sem með 3 villur. Gunnlaugur hendur boltina beint í hendunar á Eyjólfi þarna. KR-ingar fljóti fram, skemmtileg hreyfing, bolti vill ekki niður hjá Arnóri. Þeir sem hafa fylgst með KR í vetur, þeir ættu að sjá mikið líkindi með Arnóri og stóra bróður hans Martin. Skemmtileg leiknum báðu tveir. Góður hreyfingarni í Örlygi, en boltin vill ekki niður. Hann komst allavega á körfunni, en var líklegast aðeins mikil ferð til að ná að stýra boltanum. Eyjólfur sækir á körfunni og kemur boltanum út. Arnór sækir inn í teginn einu sem átt er frábær sending á honum og það er Yngvi sem jafnar, 54-54.
3,5 mínúta eftir. Njarðvíkingar kom boltanum á Adam. Adam finnur Snjól, frábær sending hjá honum. Og dæmt vill á Þóri. Þóri ekki sáttur við þetta, fannst hann hafa tekið boltan. En Eggert vissi sínu sök og Snjólfur fær því 2 víti. Fyrra víti niður. Og Snjólfi kemur Njarðvík einu stig yfir. Seinna vítið af. 2 káringar sem stigu of snemma inn í teig. Snjólfur fær því eina tilraun í viðbót. Hann ekki að láta það telja. Réttilega dæmt, KR-bolti, Adam slóinn út af í baráttuna frákastið. (55, 54), 3 mínútur og 15 sekúndur eftir af leiknum. Gaman að sjá hvað bæði lið spila þetta á þó nokkuð mikill skynsemi núna. Þetta eru ungir strákar og eiga mikið eftir rólært en að gera hlutina skemmtilega og bara mjög vel. Þóri með góða gaphreyfingu, sækir inn í teiginn, kemst á vinstri höndina og nær að koma boltanum ofan í. KR því komið einu stigi yfir, 55, 56. Adam sækir á Þóri. Þriðja villan á Þóri þarna. Þóri komið 23 stig, 18 frákast hjá KR. Það tröll að tvenna hjá honum. Adam setur fyrra vítið. Beint út af lygileg vítanýting hjá honum. 11 af 12 vítum niður. Það algjörlega til eftirbreytni. Og Adam kemur Njarðvík yfir aftur. Liðin skiptast á forystu núna. 57-56 Njarðvík, 2:40 eftir. KR-ingar setja boltaskinn hann fyrir Eyjólf. Hann kemst inn í miðuna, en nær ekki að nýta. Þóri með enn eitt vítið. Og Njarðvíkingar brjóta á honum. Það Adam, önnu villan á hann. Það var hansi góð hreyfing á Eyjólfi. Hann reist inn í miðuna og átti ágæti skot en það vildi ekki honni. Þórir var hins vegar grimmastur allra þarna og náði frákastinu. Setur fyrra vítin sitt niður og jafna leikinn. Setur seinna vítin niður. KR þeir komið einu stigi yfir aftur. Njarðvíkingar leysa pressuna vel. Þeir eru mjög duglegir að finna Adam. Hann á þessu svæði kringum vítalínuna. Þarna hins vegar hittir Adam ekki. KR-ingar sækja. Þórir Eyjólfur driblaði boltanum þangað til hann fann færi. Fann Þóri galopinn og Þóri skorar 3 stemminu 57-60 fyrir KR. Dæmt uppkast. Karvel kom þarna hönd á boltan. 10 sekundur skotklukku og Njarðvík á boltan. 1:52 eftir. Þetta verður eitthvað. Jón Arnó beint upp í 3 skot, hittir ekki. Örlygur hins vegar á réttum stað. Nær frákastinu. Var heppið þarna. Hendi boltanum í hendurnar á Eyjólfi og út af. Með smá heppni hefði Eyjólfi getað tekið hennar bolta. Örlygur galopinn hana, sækir á körfuna. Hann hefur verið óheppinn með layupin sín. Þórir gerði vel hérna, stóð bara beinn og hirti svo frákastið. Tuttugasta frákastafans í leiknum. Góð boltan inn. KR-ingar bara mjög skynsamir. Þeir liggur ekkert á. Þeir þurfa bara að skjóta áður en skotklukkan rennur út. Þórir gerir þá og sækir sem bara frákastið sjálfur.
og fær villu. Þetta var líklegast það besta sem gat komið fyrir hjá KR í þessum tíma leiksins. Tóku skotið með 2 sekúndur á skotklukku og hirða svo sóknarfrákastið. En eftir var það Þórir. Hann klikkar eins og fyrra vítinu. KR-ingar ætla að pressa. Setur seinna vítið, 4 stiga munur. Frábærlega gert hjá Jóni Arnóri þarna, minnka munn í 1 stig. Rétt náði koma skotun af. Það er steinláð, 60-61, 54 sekundur eftir og KR með boltan. Arnór sækir henni miðuna, finnur Eyjólf. Eyjólfur dræfa baseline, flott vörn hjá Njarðvík sem náður í recovera. Aftur, en samt kemst henni í miðuna. Fyrnaði frákastinu, Adam heyrir þetta. 40 sekundur eftir, Njarðvík með boltan. Þeir þurfa að koma sér yfir miðju. Gunnlaugur með boltan, finnur Adam. Og ekki villan honi. Njarðvíkingar brutu ekki. 8 sekundur á KR. Þetta er svakalega klaufalegt en líklegast hárrétt. Þú þarft að koma báðum fótum og bolta yfir miðju. Ef eitthvað af þessi er ennþá á varnarvelli þá eru það bara 8 sekundur og Eggert var með þetta á hreinu, var með talninguna hreinu. Bojan vill ræða þetta við hann aðeins og þeir farið aðeins yfir málin. Það leikhlé hjá Njarðvík, 60-61. Njarðvík á boltan á sóknarvelli við toppinn á 3 stiga línunni út til hliðarlínu. Og þeir þurfa að sækja, þeir þurfa að skora. Það er eitthvað sem segir mér að þeir vilja koma boltan með hendunar á Adam. Enda Adam með 11 og 12 vítum og búinn að vera hreint út sagt frábær fyrir á þessum leik. 7 af 11 2 stiga skotum. Og 12 af 13 í vítum, það er 92% vítanýting. Þeir hafa 19 sekundur til þess að gera eitthvað. Og geta svo brotið á KR ef þeir skora. Þeir eru aðeins með 2 liðsvillur Njarðvíkingar. KR-ingar hins vegar með 4. 19,9 sekundur eftir, 60-61 fyrir KR og Njarðvík á boltan. Gunnlaugur kemur upp með boltan á móti Eyjólfi. Jón Arnór finnur boltan, þeir eru ennþá í svæði. Þeir eru eins og að dekka Adam betur en þeir hafa gert. 8 sekundur, 7, 6, Jón Arnór með boltan, langt 3 stiga skot. Örlygur nær frákastinu. Og boltinn út af. Það eru KR-ingar sem vinna. Svakalegu leikur hérna. Svakalegu leikur. 60-61. Hreint út sagt frábær leikur hjá KR og Njarðvík. Og væntanlega telst það óvænt að KR skuli aðeins hafa unnið með 1 stigi. En við þökkum báðum liðum fyrir frábæran leik og óskum KR-ingum til hamingju með sigurinn. Það verður að setja upp hérna fyrir verðlaunaafhendingu og við ætlum að reyna að ná einu stuttu viðtali áður en verðlaunaafhendingi byrjar.
Við erum með Þóri Þorbjarnason úr KR hérna, til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Hvernig tilfinningin? Já, hún er mjög góð sko. Hvað lögðu upp með fyrir leikinn? Já, við ætlum bara að spila góð vörn og koma á þá í hraðlaupum og það skilaði sér. Kom þetta óvart? Hvernig leikurinn þróaðist? Já, hann var mjög spennandi sko. Það komið mjög vel á. Frábær leikur á þér, 28 stig, 21 eða 2 fráköst. Er þetta eitthvað sem þú ert að gera dagstæðilega? Já, ég er búinn að vinna mikið í frákastinu núna og það er bara að skila sér núna. En áttu til hamingju, frábær leikur ykkur. Takk. Við förum aðeins yfir tölfræðina hérna í lokin með að vera að veita Njarðvíkingum silfrið. Hjá Njarðvík var það Adam Ásgeirsson með 29 stig, 9 fráköst, 3 værin skot og 2 stolna. Og Gunnlaugur Hafsteinsson með 10 stig, 3 fráköst, 4 stöðsendingar. Jón Arnór Sverrisson með 8 stig, 5 fráköst og 6 stóðsendingar. Hjá KR var það Þóri Þorbjarnason sem var í viðtali hjá okkur hérna rétt áðan með 28 stig, 21 frákast, 4 stóðsendingar, 2 værin skot og 2 stolna. Og Eyjólfur Halldórsson 16 stig, 5 frákast og 4 stolna. Þessi leikmenn stóðu upp úr í leiknum. Og Þóri Þorbjarnason fær verðlaun fyrir að vera maður leiksins. Og það er verðskuldað. Hreint út þess að stórkostlegur leikur. Það er ekki hverjum degi sem hann skora 28 stig, taka 21 frákast. Hann var algjör lykilmaður hjá KR í þessum leik. Það færi bikaralaunum frá Hannesi S. Jónssoni, formanni KKÍ. KR-ingar fá þá afhent gullverðlaunin. Það var Eyjólfur Ásberg Halldórsson sem tók upp bikarinn fyrir KR. Við óskum þeim enn og aftur til hamingju. Næsti leikur er leikur í 10. flokki kvenna. Leikur Hauka og Keflavíkur og hann byrjar eftir rúman hálftíma.